Nú ætlum við aðeins að skoða hvaða áhrif ljósopið hefur. Ljósopið, sem er kallað aperture á ensku, er einn af 3 þáttum sem hefur áhrif á hvernig mynd er lýst. Við þurfum að hafa myndina rétt lýsta til þess að sé í lagi með hana. Ef hún er of lítið lýst þá verður hún dökk, ef hún er of mikið lýst þá verður hún bara hvít. Hinir 2 eru lokunarhraði eða shutter speed á ensku og svo ljósnæmnin eða ISO. Við ætlum ekki að tala um lokunarhraða eða ljósnæmni núna, heldur bara ljósopið. Ljósopið er í linsunni, það er ekki í myndavélinni. Og ljósopið virkar svolítið eins og sjáaldrið í augun á okkur. Það stýrir því hvað fer mikið ljós inn. Við erum annað hvort með stórt ljósop eða lítið. En það sem er svolítið skrítið við myndavélarnar er að ljósopið sem er táknað með F-tölu, sjá það hérna, að það er öfugt. Lág F-tala táknar stórt ljósop. Lág F-tala táknar lítið ljósop. Og ég ætla að sýna ykkur svolítið hvað svona fyrir utan að lokunarhraðinn breytist, sem við munið ekkert að spá í núna, þá hefur ljósopið áhrif á myndina. Ég ætla að sýna ykkur hérna myndina, hvernig hún lítur út hjá mér. Ég er búinn að festa fókusinn á stelpunni sem er hérna fyrir framan hundinn. Og ég ætla að taka nokkra myndir á mismunandi ljósop og við skulum skoða munin. Ég ætla að byrja á að taka mynd á f1,8 sem er mjög stórt ljósop. Það er ekkert allar linsur sem bjóð upp á svona stórt ljósop. En þegar við tökum myndir á svona stóru ljósopi, þá er það eiginlega bara stelpan sem er í fókus. Það sem er fyrir aftan hana er allt úr fókus, mismikið. Það sem er aftast er svo mikið úr fókus að við sjáum alla hvað það er. Og dýrin sem eru fyrir framan stelpuna eru líka úr fókus. Nú skulum við prófa 2,8, f2,8, sem er ljósop sem að margar myndavélar, margar linsur fyrirgeði, bjóðu upp á, margar svona skárri linsur. Og þá er þetta svolítið svipað. Við erum með ansi mikið úr fókus, en fókusdýptin, eða það svæði sem er í fókus, er örlítið stærra. Nú skulum við prófa F4 og þá eykst örlítið hvað er í fókus. F5,6, það er ljósop sem eiginlega allar linsur geta boðið upp á. Skulum prófa F8 og þið sjáu að það er alltaf meira og meira í fókus. F11 og lokum F16. Nú erum við komið með mjög lítið ljósop. Myndavélin þarf að taka myndir á löngum tíma því að ég er búinn að minnka ljósopið. En nú sjáum við greinilega hvað er að gerast aftast í myndinni. Það er orðið kannski ekki alveg í fókus, en ansi nálægt í. Það sem að gerist þegar ég fer svo lengra frá, ég ætla að skoða það í öðru vídeói, að eftir því sem ég er nær viðfangsefninu þá verður fókusdýptin minni. Minna svæði sem er í fókus. Þannig að þegar við erum að taka myndir eins og landslagsmyndir þá veljum við yfirleitt lítið ljósop, háa f-tölu, til þess að hafa sem mest í fókus. Það þýðir ekkert endilega við festum linsuna bara í minnsta ljósopi sem við erum með, hæstu tölunni. Maður reynir að taka landslagsmyndir á kannski f8 upp í kannski f16. En það er svolítið breytilegt eftir linsum hvaða ljósop eru í boði. En nú skulum við renna í gegnum myndirnar í röð, byrjum á f1,8 og trillum svo upp alla leið upp í f16 segi. Og þá sjáum við munin. Þetta er hægt að nýta sér þegar maður vill skapa svona ákveðið andrúmsloft í myndinni, velja hvað er í fókus og hvað ekki. Því stundum viljum við hafa lítið í fókus, en stundum viljum við hafa allt í fókus. En það erum við sem viljum ráða því.